Ágætt árshátíðar samkoma. Flugbrúðkauparsveitarinnar 2009. Þetta gæti farið illa, en njótið vel. Klukkan er rétt tæplega 7 á morgni. Við erum að leiða á skíði í Hlíðarfjall. Við gistum hérna við Staðaskála, við Rotþró. En það er eins og áður, þá þarf að bíða eftir B1. Við erum löngu tilbúin hér og bíðum. Ég sé eftir að hafa ekki tekið dúnúlpuna, bara til þess að krókna ekki. Ég sé bara fram á að verða kalt af því að við erum að bíða eftir B1. Já, þegar hér er komið sögu þá er fyrsti hópur kominn á rútustæðið og við erum búin að ganga frá farangri og skíðum inn í rútu á meðan við bíðum eftir þeim sem eftir eru sem ákveða að ganga pínulítið lengra. Nú ferðin gekk í alla staði bara nokkuð vel. Búin að sýna gríðarlegt Þetta er færðans, B1 er að setja hérna vatna á bílinn. Þetta er partikonast B2. Og svo það er reyndar kannski verst að við þessa ferð var að B1 var hleypt í ferðina. Það er auðvitað svona lækkar standardinn pínlítið á öllu og þú styttir dagleiðir og nú annars já, það er svona B1 sko þeir eru svona svolítið þreyttir eftir þessa ferð, þetta var svolítið erfitt fyrir þá og jafnvel ákveðin merkjum ofskynjanir og skynvillur. Oh já, ef þú átt einhver svar, þá nægir það mér. Svaraðu kallinu, Fucking kallinu! the best he can. You're in the army now. Oh, oh, you're in the army now. Now you remember what the draft man said. Nothing to do all day but stay in bed. You're in the army now. Oh, oh, you're in the army now. Vídeó! Taktu múfi. Svona tjökkum við sko, 2 í 1. You know the feeling. Every guy's had it. You're unbeatable, unstoppable. You got that walking on water feeling. You look, they smile. You win, they go home. Gillette.
It's the feeling you get every day with the world's best shave, M3 Power. Every move is smooth, every word is cool. I never want to lose that feeling. Gillette, the best a man can get. Æja, djöfull er svalur. Ég svo cool að rúta hérna maður. Ég að fara í fjalli hérna, ég svo töff. Æ, þetta Stebbi nefnilega í sleðahopnum og ekki trukki á mig að keyra. Ég ætla að sanna með henni strákunum. Svo var ég að bruna svona fjalli og var með kóla í annan, skilaði kaffi og skipti ekki máli og svo var ég að byrja, hvað, er ekki ná að hella hérna? Er ekki alltaf að gerast það? Wow, byrju, hvað er að gerast núna? Er ég náttúrulega fokk, hellu, fokk, mamma, nei, ég er að fara að lýra, fokk, þetta er bara, ég er ekki sleðan alltaf, í rassinn maður, djöfull, og svo, hörðu, djöfull að rúla hérna maður, hvað er næsta bensinstöð maður, Þetta er algjörlega frábært. Hey, djöfullinn er það, þú er búin að skýta í tjaldið! Hver skæti í tjaldið? Góðir áhorfendur. Næstu mínútum munum við fara yfir þann helsta mun sem er á skíðagetu annars vegar B1 og B2. Kemur tíðina að myndast í það sagnir það að B2 sé B2. Þær klippur sem við munum horfa hér á eftir, eða myndskeið, munum varpa ljós á þann andlega og líkamlega atgerfismun sem er á þessum tveimum hópum. Dæmpum okkur í myndina. Skíðum skemmtum við la 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 Skíðum brekkum fer la 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 Þegar jörð huldi snjór upp til fjalla ég fór Þetta brekkum þar fram Skíðum hana ég fann Svo glöð var mín för Þetta leið! Hérna erum við á tjaldsvæðinu, en svo virðist vera sem einn meðlimur úr B1 sé komin í sjálfveldi hérna niður frá. Hann er víst að leita að brettinu sínu. Þvílík snilld. Brettið er komið niður í bæ. B1 alveg í ruglinu í fjallinu maður. Já. Þetta stendur B í þeirra tilfelli fyrir B. Er þetta bogga? Eins og einhverjir þekkja til fór Matti í fyrsta sinn á skíði í 4 ár fyrir norðan síðustu helgi. Matti var ekki lengi að lenda í sjálfheldu þegar hann lagði í stólaliftuna. En best er að láta myndirna tala sínu máli. En hérna má sjá B1 vera að bjarga Matta úr sjálfheldunni. Já, góð kvöldið. Við erum bara hérna að hanga hérna niður í sveit, sko. Bara hanga. This was never the way I planned, not my intention. I got so brave, drink in hand, lost my discretion. It's not what I'm used to, just wanna try you on. Jesus Christ. Já. Leti ykkur bara vaða í hljóðið. Leit hann í alvörunni í húsið. Vá, hann tók þessu aðeins og alvarlega þessu skets. Þetta átti að vera vídeoskets, endaði í alvöru atriði. Veist, og ég er eitthvað með þetta ekki hundur. Það er bara Lord of the Rings in the cage.